You're still in control. Velkomin á samkomu, elskurnar. Gaman að sjá ykkur hérna. Gaman að sjá ykkur í húsi Guðs. Má ég heyra amen. Við erum komin saman til þess að lyfta upp nafni Guðs. Við ætlum að gefa honum dýrðin í dag. Halleluja. En ritningaversið sem alltaf gefur mér meira allt megna ég fyrir hjálp hans sem mig styrkan gjörir. Filippibréf 4:13. Og þetta vers ættu allir að muna og alltaf að þylja upp. Halleluja. En við ætlum að lofa Guð. Halleluja. I praise 'cause I know you're still in control. My praise is a weapon, it's more than a sound. My praise is the shout that brings Jericho down. As long as I'm breathing, I've got a reason to praise the Lord, oh my soul. Cause you're sovereign, I praise cause you reign. I praise cause you rose and defeated the grave. I praise cause you're faithful, I praise cause you're true. I praise cause there's nobody greater than you. I praise cause you're sovereign, I praise cause you reign. I praise cause you rose and defeated the grave. I praise cause you're faithful, I praise cause you're true. I praise cause there's nobody greater than you. Lord, oh my soul, praise the Lord, oh my soul, praise the Lord, oh my soul, praise the Lord, oh my soul. I won't be quiet, my God is alive. Halleluja, við lofum Guð, halleluja, alla daga, halleluja. Takk Jesus, halleluja. Open the door and make ways. The King is in the room. The King is in the room. Expecting for stronghold to break. 'Cause we know what you can do. We know what you can do. He's gonna save lives changed. Soul saves.
Woken up makes new. The King is in the room. Lord, we enthroned you upon our praise. The King is in the room. There's freedom in life anywhere you reign. Jesus, we bow only to you. We're laying down all of our crowns. The King is in the room. Come see all the captives runs free. He's tearing down the wall. He's tearing down the wall. There's great shaking powers we see. Your name above them all. The name above them all. The King is in the room. Lord, we enthrone you upon our praise. The King is in the room. There's freedom in life anywhere you reign. Jesus, we bow only to you. We're laying down all of our crowns. Your King is in the room. Fear has to flee, shame has to leave. Before the King, before the King, shame has to break, dry bones away, prepare the way. Oh, fear has to flee, shame has to leave. Before the King, before the King, shame has to break, dry bones away, prepare the way. Your King is in the room. Lord, we enthrone you upon our praise. The King is in the room. There's freedom in life anywhere you reign. Jesus, we bow only to you. We're laying down all of our crowns. The King's in the room. Prepare the way. Prepare the ways in the room. Prepare the way. Prepare the ways in the room. Tack Jesus, halleluja. Don't forget the wonder of deliverance, the exodus of my heart. 'Cause you found me, you freed me, held back the waters for my release. Oh Yahweh, you're the God who fights for me, Lord of every victory. Hallelujah, hallelujah. You have torn apart the sea, you have led me through the deep. Hallelujah, hallelujah. The cloud by day, a sign that you are with me. The fire by night, a guiding light to my feet. You found me, you freed me, held back the waters for my release.
stepped into my Egypt. You took me by the hand. You marched me out in freedom into the promised land. Now I will not forget you. I will sing of all you've done. Death is swallowed up forever by the fury of your love. You stepped into my Egypt. You took me by the hand. You marched me out in freedom into the promised land. Now I will not forget you. I will sing of all you've done. Death is swallowed up forever by the fury of your love. You're the God who fights for me, Lord of every victory. Hallelujah, hallelujah. You have torn apart the sea. You have led me through the deep. Hallelujah, hallelujah. You're the God who fights for me, Lord of every victory. Hallelujah, hallelujah. You have torn apart the sea. You have led me through the deep. Hallelujah, hallelujah. You stepped into my Egypt. You took me by the hand. You marched me out in freedom into the promised land. Now I will not forget you. I will sing of all you've done. That is swallowed up forever by the fury of your love. Halleluja, takk Jesus. Takk Jesus, takk Jesus. Má ég heyra amen. Við lofum þig, Drottinn, og við þökkum þig fyrir að þú ert hér á meðal okkar, Drottinn. All my words fall short. I got nothing new. How could I express all my gratitude? I could sing these songs as I often do. Every song must end, and you do. So I throw up my hand to praise you again and again. So that I have is a hallelujah, hallelujah. And I know it's not much, nothing else fit for a king, except for a heart singing hallelujah, hallelujah.
praise you again and again. 'Cause all that I have is a hallelujah, hallelujah. And I know it's not much, nothing else fit for me, except for a heart singing hallelujah, my soul. Don't you get shy on me, lift up your song. 'Cause you got a lion inside of those lungs. Get up and praise the Lord. Come on, my soul. Don't you get shy on me, lift up your song. 'Cause you got a lion inside of those lungs. Get up and praise the Lord. Come on, my soul. Don't you get shy on me, lift up your song. 'Cause you got a lion inside of those lungs. Get up and praise the Lord. Come on, my soul. Don't you get shy on me, lift up your song. 'Cause you got a lion inside of those lungs. Get up and praise the Lord. Praise the Praise the Praise the Praise the Lord. So I throw up my hand and praise you again and again. 'Cause all that I have is a hallelujah, hallelujah. And I know it's not much, nothing else fit for a king, except for a heart singing hallelujah, Amen. Það er svo gott að lofa Guð. Það á að vera jafn gott að lofa Guð eins og við elskum að lofa Guð. Það á að vera jafn gott að gefa. Það á að vera jafn gott. Í Jóhannesarguðspjalli 21. kafla og þetta fjallar þegar Jesús hann er að mæta Pétur eftir upprisuna. Pétur hafði brugðist. Hann var búinn að afneita Jesú þrisvar sinnum. Jesús, hann byrjar ekkert á að minna hann á mistökin. Hann spyr bara, elskar þú mig? Hann byrjar í rauninu, hann notar agape. Þetta er þessi fullkomni kærleikur sem leggur niður líf sitt fyrir sauðina. Góði hirðir.
að skoða textan og þessi, eins og ég segi, þetta er þessi fullkomni kærleiki, en Pétur hann svarar honum með einfaldara orði yfir vináttu, phileo, og svona vinátta og tryggð, og hann getur bara ekki lofa með. Hann getur bara ekki lofa með. Það er mjög mikilvægt að sjá þetta. Jesús byrjar á hjartanu áður en hann byrjar að tala um þjónustu eða eitthvað. Ég man þegar Guð fór að hreyfa mér, var að gefa, ég hef deilt þessari sögu með ykkur, og ég man eftir, ég hugsa alltaf þetta, þetta bara meikar ekki sens. Hvað á ég að fara að gefa? Ég er hérna sárþjálfur og búin að drulla upp á bak og reyna að fara á samkomur og tala um peninga. Það er ég sem er í vanda. Ég gat ekki komist á því. Heilagur Andi var alltaf að ýta á mig. Byrjaðu að gefa. Byrjaðu að gefa. Byrjaðu að sá. Byrjaðu að gefa. Og ég bara skildi þetta ekki. En Guð var ekki, hann var ekki að ýta á mig, hann var að ýta á hjarta mitt. Hann var að tala við hjarta mitt. Og Óskuðið 15. Það er 15 í dag. Betra er lítið í ótta drottins en mikill fjársjóður með áhyggjum. Þetta er svolítið gott. Og þessi sami Pétur, takk eftir, hann skrifaði í öðru Pétursbréfinu, þá segir hann, ennþá áraleg er oss nú hið spámanlega orð. Og það er rétta niður að gefa gaum að því eins og ljósi sem skín í myrkum stað, þangað sem dagur ljómar og morgunstjarna rennur upp í hjörtum þeirra. Munið við vorum að læra um morgunstjörnur. Það er ekki gott að læra þetta. Allt í einu breyttist dagur drottins yfir í morgunstjarna. Sæluvon. Burtið. Morgunstjarna. Burtið. Síðan segir, þetta er sami Pétur, en falsbán mun einnig koma upp með það lífsins. Falskennendur, smeyja inn háskalugum villikenningum. Svo segir hann, af ágirnd munu þeir með uppspunnum orðum hafa yður að féþúfu. Þess vegna þetta að gefa, þarna var hann að gera það sem Jesús sagði hann að gera. Fæddu sauði mína. Sjáðu sauði mína. Við erum konunglega prestafélag, þú þarft að vera hirðir, þú þarft að því að vandamál kirkjunnar er ekki sauðavandamál, þetta er hirðavandamál. Þegar við segjum ekki satt og rétt frá, þegar við vörum ekki við, þegar við kennum ekki samkvæmt ritningunni hvaða er að gefa. Og þetta er það sem og Guð er ekki að leita stórum uppáðum, hann er bara að leita hjarta sem treystir honum. Og þess vegna segir Páll líka, Guð elskar glaðan gjafara, ekki einhvern sem er stressaður og sem er að gefa undir pressu. Og hann segir, ef viljinn er til staðar, þá er gjöfin þóknarlega samkvæmt því sem maður hefur. Ekki samkvæmt því þú hefur ekki. Guð biður aldrei að þykjast. Hér í þessari kirkju erum við að styrkja starf hér á landi eins og Teen Challenge skólan. Við erum að styrkja starf og kirkjur á Filippseyjum. Og við erum að því að 1 mun reka 1000 en 2 10.000. Það er eitthvað sem gerist þegar við, heyrðu, amen, ég er með. Og þess vegna er þetta líka hvernig þú sáir. Því að það er nóg í boði, allt sem er kristilegt er ekki endilega kristilegt. Sumt er orðið iðnaður. Sáðu hérna, keyptu þetta. Borgaðu með á þessa ráðstefnu. Komdu hingað, komdu þangað. En Guð vill gera eitthvað með peningana þína. Hann vill bara spyrja eins og hann spurði Pétur. Elskaru mig? Og þegar hjarta svarar heiðarlega, þá kemur restin. Þjónustan, örlætið, frelsið,
Þegar gjöf í ríki Guðs, hún byrjar ekki í veskinu, hún byrjar í hjartanu. Faðir, við þökkum fyrir að við fáum að læra í orðið þínu hvað það er að gefa. Að þú vilt að við séum þátttakendur í Guðs ríkinu. Drottin, að við séum fólk sem á auðvelt með að gefa. Og takk fyrir að þú mætir okkur þar sem við erum. Það er aldrei pressa. Það er aldrei einhver þrýstingur. Það er aldrei einhver söluræða. Við viljum bara þjóna þér, Drottin. Ég bið að blessa einn og sér hvern sem gefur hér í dag. Ég bið að blessa vikuna framöndan fyrir einn og sér hvern. Að þú opnir tækifæri og að tala þig og vitna það frábæra fagnaðarendi sem þú hefur fullkomnað. Höldum áfram að lofa Guð. Amen. Rísum á fætur og tökum aðeins lengri lofgjörð. Takk, Jesús, við lofum því í dag, Drottinn. It was my cross you bore, so I could live in the freedom you died for. And now my life is yours, and I will sing of your goodness forevermore. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Þakka fyrir að þú ert með okkur í dag, Drottinn Jesús. Be exalted now in the heaven as your glory fills this place. You alone deserve our praise. You're the name above all names. Be exalted now in the heaven as your glory fills this place. You alone deserve our praise. You're the name above all names. Be exalted now in the heavens as the glory fills your name. You alone deserve our praise.
í svona dramatískari lögum í dag, halleluja. Þetta eru góð lög. Við ætlum að taka Holy Forever hránum við heyrim orð Guðs. Thousand generations falling down in worship, sing the song of ages to the Lamb. And all who gone before us, and all who will believe, sing the song of ages to the Lamb. Your name is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above them all. All thrones and dominions, all powers and positions. Your name stands above them all. And the angels cry, holy, all creation's cry. Holy, you are lifted high. Holy, holy forever. And if you've been forgiven, and if you've been redeemed, sing a song forever to the Lamb. And if you walked in freedom, and if you bear His name, sing a song forever to the Lamb. We'll sing a song forever and amen. And the angels cry, holy, all creation's cry. Holy, you are lifted high. Holy, holy forever. Your people sing, holy to the King of Kings. Holy, you will always be. Holy, holy forever. Your name is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above them all. All thrones and dominions, all powers and positions. Your name stands above them all. Your name is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above them all. All thrones and dominions, all powers and positions. Your name stands above them all. And the angels cry, your people sing, holy,
Dýr sé þér, Jesús, og allir líðurinn sagði, halleluja. Má ég heyra, Guð góður. Halleluja. Mér líkar þessi tónn. Hann kemur hér. Takk, Jesús. Guð góður. Jóhann ætlar að setja hér til þess að jafna þetta aðeins við. Halleluja. Mér langar til þess að bara biðja ykkur aðeins að rísa á fætur. Guð hér í dag og hann vil vinna verk í lífum okkar. Og það svo mikið atriði þegar við komum saman í húsi Guðs að við leyfum Guð að vinna. Og hvað þýðir það? Við setjum niður varnirnar. Við erum öll með ykkur að varnir. Við búum okkur til oft svona fasad, eins og sagt á slæmri íslensku. En Guð vil komast inn og hann vil lækna hjartað. Það það sem hann vil gera. Hann vil komast inn og hann vil lækna hjartað. Og vinir, til þess að hleypa honum inn að það þurfa að vera í sannleika fram fyrir honum, ekki að vera að búa eitthvað til, heldur að vera í sannleika fram fyrir honum. Og mér langar bara til þess að biðja ykkur aðeins að teygja hendur til himins. Og bara biðja Guð að koma inn í líf okkar, biðja hann að taka til og lækna það sem að þarf að lækna, leysa það sem að þarf að leysa. Drottinn, við bara komum fram fyrir þig. Ég þakka þér fyrir trúfesti þína, Drottinn. Ég þakka þér fyrir að Drottinn, þú ert hér og þú ert að vinna, Drottinn. Ég bið að koma, Drottinn minn, og taka þig bara stað í hásæti þín í hjart okkar, Drottinn minn, Jesús. Við biðum að fyrirgefa okkur, Drottinn. Við bara lyftum upp nafni þínu, Drottinn. Við þjónum þér einum. Við þjónum þér einum, Drottinn. Við ætlum ekki að þjóna okkar eigið egói eða því sem að var eða. Við ætlum að þjóna þér. Við ætlum að lyfta upp þínu nafni, Drottinn minn, Jesús. Við ætlum að beygja okkur undir þína voldugu hönd. Því að það rétti staðurinn til þess að vera á. Og við biðjum í Jesú nafni og allir líðurinn sagði. Amen. Mér langar til þess að fá drengi minn sem á afmæli í dag. Hann 22 ára í dag. Hann og tvíburasystir hans, sem ég sé ekki í salnum akkurat núna, við tökum á því seinna í kvöld. Já. Ekki allir ferskir? Já, bara ég ætla að minna á, við skulum slökkva undir símum, ég ætla að biðja fólk að slökkva símum og sína bara Guðshúsið þá virðingu sem var skilið. Ég með versum þetta í Nýja testamentinu, fyrir Korintharbréf 14:33. Því að Guð friðar, ekki truflunar, eins og siður í öllum söfnum hinnar heilugu. En þetta í fyrsta skipti sem ég fæði að tala þegar ég á afmæli. Þannig að þá bara að gera að hoppa bara í ykkur fallegustu vers sem að skrifa hafa verið í Biblíunni. En áður ég geri það, þá ætla ég að leggja mjög einfalda guðfræði sem bara mjög einföld. Og ég held að allir muni skilja hana. Jesú Kristur kemur í heiminn samkvæmt því sem var boðið í Gamla testamentinu. Hann kemur, fæðist og svo deyr hann fyrir syndir okkar. Svo rísur hann aftur upp á 3. degi. Þetta eitthvað sem að flest allir kannast við ekki. Þetta bara mjög basic guðfræði. En það sem að við erum kannski ekki alveg og duglega kannski að rækta innan með okkur, að ritningin, og ég ætla að koma inn að það, kennir okkur að þú og ég höfum farið á krossin með Jesú. Þetta alveg svona bara, byrju, hvað það að segja? Já, þú fórst í anda þínum á krossin með Jesú. Og ég ætla aðeins að skoða nokkuð vers. Eitt vers. Galaterbréf 2:19-21. Og þetta sjálfsögðu Páll sem að tala til Galatamanna. Því að lögmál leiddi mig til dauða, svo nú ég ekki lengur undir valdi þess, heldur lifi ég Guði. Og svo segir hann, ég krossfestur með Kristi. Sjálfur lifi ég ekki framar, heldur lifi Kristur í mér. Lífinu sem ég lifi nú hér á jörðu, lifi ég í trúnni á Guðsson sem elskaði mig og lagði sjálfan sig söluna fyrir mig. Svo segir hann þessa stórkostlegu setningu. Allt í góðu? Þetta svo djúpt? Á ég að skipta? Ég ónýti ekki náguðs. Ég var réttlæti fæst fyrir lögmál, þá hefur Kristur dáið til einskis.
Ég held að enginn vilji segja þetta. Að Kristur hafi dáið til einskis. En við förum í þetta eftir. Byrjum bara hérna. Ég er krossfestur með Kristi. Hvað þýðir það? Jú, það sem ég var að segja. Þú fórst á krossin í anda þínu með Jesú. Þess vegna ertu krossfestur með honum. Mikilvægt. Og núna, í versi 20 segir hann, ég sjálfur lifi ekki fram, heldur lifi Kristur í mér. Jú, þetta hefur með það að gera. Við erum ný sköpun í honum. Í dag þá lifir þú ekki lengur í sjálfselskunni, þú lifir ekki í eigingirninni, þú lifir ekki í fjandskapnum gegn Guði, heldur lifir í honum. Og góðu fréttirnar eru þær, fyrir þá sem að hugsa mjög oft, að stundum finn ég ekki alveg reglulega fyrir Guði, eða mér finnst þá stundum ekki vinna í mér. Þá ætlum ég bara að segja þig hér og nú, hann vinnur alltaf stöðugt í þér, sama hvort að þú upplifir það eða ekki. Hann er stöðugur í þér. Og meðal við að hann er stöðugur í þér, þá er hann líka, eins og ég sagði fyrir nokkur sunnudöfum, hann er að verka í þér til þess að þú finnur og framkvæmir honum til velþóknunar. Að þú sért að sýna með verku þínum, ekki einhverju lögmáli, bara í verku þínum, góð verk, hann er að fólk sjáir að þú átt eitthvað frelsara í þér, sem er að vinna í þér og starfa. Svo segir hann hérna í versi 21, ég ónýti ekki náguðs. Ok, stopp. Bara stoppum hérna. Páll er að segja, ég ætla ekki að eyðileggja náguðs. Ef þetta væri ég sem var að segja þessa setningu, þá myndi fólk hugsa, já, til hamingju Gunnar. Ef við bökkum bara aðeins aftur í sögunni, hver var Páll póstuli? Páll póstuli var ekki einn af þessum 12 sem Jesús valdi upp að því. Hann kemur fyrst fram í póstulsögunni í 7. kafla. Og sá kafli, þá er hann að drepa fyrsta píslavottin. Hann drap fyrsta píslavottin, Stefán. Hann var ofsa trúar maður. Hann fór lengra í gyðindómnum en allir jafnaldra sínir. Hann var 200% gefinn í þetta verkefni. Hann ætlaði að framganga algjörlega eftir lögmálinu. Þú veist, hann eins og allir aðrir gat náttúrulega ekki uppfyllt það. En þegar í Kristur mætti honum, þá vissan, ég er rangur. Núna er ekki tími lögmálsins, nú er tími náðarinnar komið. Þess vegna gefur Guð honum svo þessa opinberun þegar hann er á ferð sinni til Damaskus í póstulsöguna 9. kafla og þá mæti Guð honum og þá fekk hann stærstu opinberun mannkynssögunar. Núna er tími náðarinnar. Og svo segir hann, jú, ef að réttlæting fæst fyrir lögmál, þá er Kristur dáið til einskis. Ef þú ætlar að framganga í lögmáli gyðinga, lögmáli Móse, sem að by the way, sem að gyðinganir fengu, þetta var aldrei ætlað fyrir heiðingjana. Ef þú ætlar að framganga eftir því og heldur að réttlætið fæst enn í dag fyrir það, þá horfir á kross Jesú Krist, þetta er bara til einskis. En ef þú horfir á það hann er uppfylling, þetta er fullkomna, þá er verk hans fullkomna. Ég skal gefa ykkur leyndardómana bak við þetta. Annarkvort er verk hans fullkomna eða það er það ekki. Annarkvort er hann búinn að gefa þér allan aðgang að himninum eða hann er ekki búinn að því. Annarkvort er verk hans fullkomna eða það er það ekki. Þetta er bara svona er þetta. Algjörlega. Sko, ég er með annað vers til þess að bakka með mína guðfræði upp. Er lagi komið inn á það? Ég er búinn að vera aðeins svo lengi. Rómarbyrði 6:6. Við vitum okkar gamli maður dó með honum á krossi til þess að líkami syndarinnar yrði engu og við værum aldrei fram að þræla syndarinnar. Hér er bara Páll að undirstrika ekki alveg það sama í Galatabréfinu, en er bara meira að segja að núna ertu krossastu með honum að þín gamli maður það þýðir að þú ert leystur undan syndinni sem sagt. Að hann er búinn að deyða syndina og núna ertu ekki lengur þræll hennar, þetta lifir í Guði. Takk Jesús fyrir náð þín og miskunn drottninni. Takk að þú hefur leyst okkur undan lögmál, þú hefur leyst okkur undan syndinni drottinn minn, þú hefur leyst okkur undan dóminum sem að við öll skilið, by the way. Ég þakka þér drottinn minn að við erum hólpið fyrir náð Jesús. Einn daginn þá eigum við eftir að standa fyrir fram að því í dýrðinni og þá ætlum við bara að benda á krossinn og segja að þú greiddir gjald okkar Jesús. Og ég þakka þér fyrir það drottinn minn að í dag er góður dagur sem að við fáum að koma og lyfta þér upp Jesús. Og ég þakka þér fyrir það drottinn minn að þú komst samkvæmt því sem að boða í Gamla testamentinu og þú leyst okkur undan öllu. Og ég bara bið drottinn fyrir mömmu þegar hún talar, smyrðu varin á tungu drottinn minn.
með eru gefin orðamæla og bara við byggjum að þess að þú fáir alla dýrðina og við bara gefum þér dýrðina Jesús í dag og allra okkar göngu að minnast þess hvað þú gerðir á krossinu, Drottinn minn. Í Jesú heilaga nafni. Amen. Halleluja. Glæsilegur ungu drengur, fullur af orðinu, fullur af heilugum anda. Mér langar til þess að halda áfram að tala ég er búin að vera með eins konar seríu það þegar Ísraelsmenn fóru út úr Egyptalandi og hvernig það harmonerar við þá göngu sem að við göngum í dag sem kristi fólk. Og það er svo mikilvægt að átta sig á því, alveg eins og Gunnar minn kom inn á, að þá lifum við ekki undir lögmáli, við lifum undir náð. En hins vegar frásagnir í Gamla testamentinu, það er eins og skuggamynd af því sem að Jesús síðan gerði fyrir okkur á krossinum. Og við þurfum að átta okkur af því að til þess að fá betri mynd á því sem Jesús gerði fyrir okkur á krossinum, að þá er mikilvægt að lesa alla ritninguna. Því að Biblían segir að öll ritning innblásin á Guði. Hún nytsum til fræðslu, til umvöndunar, til leiðréttingar og menntunar í réttlæti. Til þess að hvað? Til þess að Guðsmaðurinn sé albúinn og hæfur gjör til sérhvers góðs verks. Þannig að við heyrum allt orðið og við tökum við öllu orðinu í gegnum gleraugu Jesú. Má ég heyra amen? Takk Jesús. Þannig að mér langar til að tala við ykkur í dag eitthvað sem að, alveg minn, þetta er ekki eins og búin að setja titilinn hér á, en allt er góðu. Amen. Í gegnum Jórdan stendur þarna mjög litlum, þarna efst uppi, í gegnum Jórdan. Og vinir, ég vildi bara minna ykkur á að sagan, þessi saga þegar Hebrearnir fara úr Egyptalandi, mynd upp á það þegar Jesú frelsar sál okkar. Og Egyptalandið var þrælahúsið þeirra. Þau voru búin að vera 430 ár sem þrælar í Egyptalandi. Og áður en þú kynnist Jesú, þá ertu þræll. Biblían kennir að við erum þrælar þess sem við byggjum ósigur fyrir. Og vinir, það getur verið mismunandi eftir fólki hvað við byggjum ósigur fyrir. Sumir bíða ósigur gagnvart klámi. Sumir bíða ósigur gagnvart því að stela. Aðrir ljúga, aðrir nota fíkniefni eða eitthvað slíkt. Við erum með eitthvað stjórnleysi í okkar lífi, þannig að það er mismunandi hvað það sem við byggjum ósigur fyrir. En staðreyndin sú að við höfum öll beðið ósigur fyrir einhverju. Og það sem að Guð vill gera að hann vill taka okkur út úr þrælahúsinu. Hann vill taka okkur út úr því að hugsa eins og þrælar. Hann vill taka okkur út úr því og hann vill gefa okkur framtíð. Hann vill gefa okkur vonaríka framtíð. Þetta eru góða fréttir. Má ég heyra amen? Þetta eru magnaða fréttir. Og hann vill ekki að þú sért í þrælahúsinu. Hann vill að þér vegni vel. Hann vill að þú sért sterkur á svellinu og þú gangir beinar brautir. Og þér vegni vel í lífinu. Hann vill hreinsa þig af allri synd. Hann vill gera þig styrkan í göngu. Og hann vill gera þig að meira en sigurvegara. Má ég heyra með hann? Halleluja, hann er góður. Og það stendur í Jóhannes 8:36, ef sonurinn frelsar yður, munu þið sannarlega vera frjálsir. Og vinir, þetta orð frelsa, það þýðir að leyfa Guði að breyta hugarfarin okkar. Og vinir, hugurinn vandamálið. Vandinn okkar yfirleitt ekki utanfrá, hann innanfrá. Það eru hugsanir, það eru hugrenningar, það eru hlutir sem við erum bara alin upp við. Það eru hlutir í okkar lífi sem í rauninni hamla okkur á göngunum með Guði. En Guð vill koma inn í það og gefa okkur sigur. Má ég heyra amen? Halleluja. Dýr sé Guði. Og vinir, það var afskaplega lítið mál eins og ég var búin að segja áður. Það var svo sem ekkert lítið mál, en fyrir Guði þá ekkert mál að gera hlutina. Það var ekkert mál að taka Ísraelsmenn út úr þrælahúsinu. En vinir, að taka þrælahúsið út úr hugafari Hebreana var miklu meira mál.
Og vinni, það sama gildur okkur. Vinni, það ekki nóg að Guð losi, þið vitið, opni dyrnar á fangelsinu. Það ekki nóg að hann opni dyrnar. Þú þarft að stíga út úr fangelsinu. Þú þarft að vera frjáls. Og vinir, Guð búin að opna dyrnar fyrir okkur. Nú að stíga út. Nú að hætta að hugsa eins og þræll. Nú komið tími að þú hugsir eins og Guð vill að þú hugsir. Að þú sér meir en sigurvegari. Og þú takir á þig hans ok. Því hans ok indælt og byrðin létt. Má ég heyra amen. Halleluja. Og vinir, því miður að þá það þannig að það svo margir sem að komast út úr Egyptalandi. En einhverju hluta vegna þá festast þeir í eyðimörk. Og þar í eyðimörk þá Guð ofta díla við alls konar hluti í okkar hjarta. Fíkn. Gamlar hugsanir. Hvernig við lifðum einu sinni. Og við oft hvernig við erum bara hreinlega alin upp. Getur mótað hvernig þú hugsar alla hluti. Og það sem að Guð vil gera þegar við erum að lesa orðans, hann vil gefa þér nýja hugsun. Hann vil gefa þér hans hugsun. Þannig að þú sjáir lífið frá öðru sjónarhorni. Og vinir, þegar Guð kemur inn í hjartaði, þá kemur hann til þess að vera. Hann mun aldrei yfirgefa þig. Hann mun aldrei sleppa þér hendinni. Hann elskar þig. Hann með þér. Og jafnvel þótt þú fari í gegnum dimman dal, þá þarftu ekki að óttast neitt, því hann með þér. Og vinir, þetta eru góðar fréttir. Og það á þessu tímabili sem að margir bara í rauninni, á eyðimörku tíma, að þá byrja þeir allt í einu að byggja sér hús í eyðimörkinni. Halleluja. Smá truflun hérna. Takk, Jesus. Má ég biðja ykkur að rísa á fætur. Halleluja. Takk, Jesus. Drottinn, ég bara bið frið þinn sem æðri öllum skilningi að koma inn í hugsun okkar og alla okkar veru, Drottinn, þannig að við meðtökum það sem að þú ætlar að segja hér í dag, Drottinn. Drottinn, ég bið að hug okkar mætti taka mótið þínu orði í dag. Ég biðjum, Drottinn minn, þinn vilja inn í líf okkar. Ekkert annað en þinn vilja. Það það sem við viljum, þinn vilja. Verði svo í Jesu nafni, verði svo í Jesu nafni. Fá ykkur sæti. Halleluja. Og vinni, það sem ég var að segja, þetta á því miður við svo marga í dag. Við erum í eyðimörkinu og við sættum okkur við alls konar bull. Bull sem að í rauninni tilheyrir okkur í Egyptalandi. Af hverju? Því að við erum ennþá með þræla hugsunna. Og það sem að Guð vil gefa okkur, það að endurnýja hugsun okkar. Hann vil gefa okkur tækifæri til þess að endurnýja hugsun okkar. Og hvernig gerum við það? Hvernig endurnýjum við hugsun okkar? Við gerum það með því að vera í orði Guðs. Það ein leið og hún virkar, vinir. Því að orð Guðs lifandi og kröftugt. Og þegar við erum í orðinu þá hefur það áhrif á sál okkar. Það hefur áhrif á and okkar, það fæðsla fyrir andan okkar. En það líka breytir hugsun okkar. Orð Guðs lifandi. Og vinir, þegar við föttum ekki hvað orðið ofboðslega mikilvægt á göngunum með Guði. Orðið það mest mikilvæga. Vinir, hann vill að við komum inn í orðans á hverjum einasta degi, því að það mun gefa okkur kraft til að halda þessari göngu áfram. Má ég heyra amen. Og mér langar til að stinga hérna niður í Jósúa í 3. kafla. En þá Guð að reisa upp nýja kynslóð sem í rauninni fæðist í eyðimörkinni. Það kynslóð sem hreinlega fæðist í eyðimörkinni. Og hún þekkir ekkert annað en að hafa verið í eyðimörkinni. Og vinir, þetta kynslóðin sem að Guð vildi taka inn í Kanansland. Og vinir, ef eitthvað eitt
sem að við þurfum að læra til þess að komast inn í okkar Kanansland sem að Guð hefur kallað okkur til, sem andlegur staður, sem staður friðar og róar í hugan, staður þar sem að þú upplifir þig, þar sem þú upplifir drottin við stjórnina, það fyrirheitna landið. Það staður sem að Guð vill gefa þér. Það staður sem að Guð vill taka þig til eftir að þú búin að vera lengi kannski í Egyptalandi. Og vinir, Guð fullfær að koma því til leiðar. En til að fara yfir í Kanansland þarf þetta að læra eitt meir en annað. Og Gunnar minn kom inn á það rétt áðan, það að deyja daglega. Ég ætla að segja þetta aftur, það að deyja daglega. Páll talaði það ég dey daglega. Ég þarf að deyja daglega. Og þú getur spurt, vá, þetta nú mjög hörð ræða. Ég ætla bara að segja ykkur það að þegar við deyjum daglega þá lifum við Kristi. Og það best að lifa Kristi. Og ég að segja, þegar við deyjum daglega þá erum við að deyja egóin okkar. Við erum að deyja því sem að þvælist fyrir okkur. Þegar við deyjum daglega þá deyjum við okkar plönum. Og við lifum hans plani. Þegar við deyjum daglega, þá hættum við að horfa á það sem að gerðist hér í den og við lifum ekki í biturleika. Þegar við deyjum daglega, þá tökum við upp krossinn og við fylgjum Jesú. Halleluja. Þegar við deyjum daglega, þá leifum við Guð að hreinsa okkur af allri synd og við lifum ekki í synd. Þegar við deyjum daglega, þá lifum við Kristi. Halleluja. Vinir, við þurfum að læra að deyja daglega. Ef við ætlum að komast inn í Kanansland, þá þurfum við að deyja daglega. Það Jórdan sem að skilur okkur að frá því að vera í eyðimörk og lífi í gnægð. Í öðrum orðum eins og það kallað í Nýja testamentinu, þá það endurnýjung hugarfarsins. Og það athyglisvert að sjá að það var ekki Móse sem fór með líðin inn í fyrirheitna landið. Það var Jósúa. Og í þessu tilviki þá Móse mynd af gamla testamentinu, í rauninni gamla sáttmálanum, og Jósúa mynd af nýja sáttmálanum. Og vinir, til þess að komast inn í Kanansland, þá þýðir ekki að reiða þig bara á eitthvað verk. Þú þarft að eiga persónlegt samfélag við Jesú. Leyfðu mér að segja þetta aftur, ef þú ætlar að komast inn í Kanansland, þá þarft að eiga persónlegt samfélag við Jesú. Og vinni, þetta ekki að fara að virka neitt öðru sig, þú þarft að fá hugarfar Krists. Þú þarft að leyfa Guði að eiga við hugan þinn. Má ég heyra amen? Halleluja. Og við vitum að kletturinn sem að fylgdi Ísraelsmönnum, það var Kristur. Það sérstaklega getuð það í Nýja testamentinu að kletturinn var Kristur. Og við munum líka að Móse átti einu sinni að slá klettinn og þá átti vatn að streyma frá klettinum til þess að gefa Ísraelsmönnum vatn að drekka. Og vinir, við vitum það að Jesú var sleginn einu sinni. Hann fór upp á krossinn einu sinni. Til þess að vera líf og vatn fyrir okkur að drekka í dag. Má ég heyra amen? Og vinir, við megum ekki, eins og Gunnar sagði, við megum ekki misnota náð drottins. Náðin ný á hverjum degi. Þannig að það ný náð fyrir því í dag. Ef að þú varst í einhverju bulli í gær, þá getur þú tekið nýja ákvörðun í dag. Náðin ný. Hann kærleiksríkur. Hann góður, hann miskunnsamur, hann reynda bara bestur. Náðin ný, vinir. Og það svo gott að vita til þess að náðin ný. Og hvað ég að vísa í? Ég að vísa í Jóhannes 4. kapla. En hver sem drekkur af vatninu ég gef honum, segir Jesús. Mun aldrei þyrsta af eilífu. Því vatni sem ég gef honum verður í honum að lind sem streymir fram til eilífs lífs. Vatni sem að Guð gefur eilíft líf.
Það vatn þannig að þau munu aldrei aftur þyrsta. Þvílík blessun, vinir. Halleluja. Hann magnaður. Hann þráir að gefa okkur vatn. Og vinir, kletturinn sem fylgdi Ísraelsmönnum var Kristur. Og Móse átti síðan að tala við klettinn og fá þannig aftur vatn í gegnum klettinn. Og hvað gerði Móse? Hann sló klettinn aftur. En vinir, Jesú var bara sleginn einu sinni. Og Guð sagði, Móse, þú munt ekki ganga með fólkinu inn í Kanasland. Þú munt horfa á landið en þú munt ekki ganga inn. Og af hverju segi ég þetta? Jú, ég vil undirstrika það, vinir, að það er mjög mikilvægt að þeir sem að fara yfir geri það sem að rétt er í augum Drottins. Við erum að lifa það og við erum að sjá alls konar hluti koma upp á yfirborði í hinu kristna heimi. Vinir, þegar kristi fólk, sérstaklega fólk sem að fer fyrir, ef að það er að predika eitthvað annað fagnaðarerindi eða segja ykkur á hluti sem stangast á við ritninguna, þá er það alvarlegt mál. Og vinir, við þurfum þess vegna að hafa eyru sem heyrir hvað andinn er að segja söfnuðinum. Og það er líka mikilvægt fyrir ykkur. Og ég er að segja öllum söfnunum, það er mikilvægt að þið þekkið orðið, þannig að það sé ekki hægt að tala ykkur inn í eitthvað bull eða út úr einhverju bulli. Eða, já, þið skiljið. Takk, Jesús. Það er mikilvægt að þekkja orðið. Má ég heyra amen? En Jósúa tók við sem leiðtogi. Og ef við lesum söguna þá var Jósúa einn af þeim, 2 af 12 mann sem að fór inn í Kanasland. Og hann fór inn í Kanasland og hann sagði, við getum unnið landið. Og vinir, hann hafði nefnilega annan anda sem er mynd upp á heilagan anda. Vinir, þegar við erum með heilagan anda þá sjáum við hlutina öðruvísi en annað fólk. Við sjáum möguleika þar sem að fólk sér ekki möguleika. Og það er svo mikilvægt, vinir, að fyllast af andanum og sjá hlutina eins og Guð vill að við sjáum hlutina. Að við séum ekki, hvað skal maður segja, að við séum ekki inn í okkur heldur full af djörfung. Má ég heyra amen? Halleluja. Þannig að Jósúa var mynd upp á Jesú. Hann var mynd upp á nýja sáttmálan. Guð reist upp annan leiðtoga. Og þessi leiðtogi fekk mjög skýr fyrirmæli frá Guði hvernig hann ætti að fara inn í landið. Og vinir, þegar leiðtogi fær fyrirmæli frá Guði hvernig skal fara inn í landið, þá er mjög mikilvægt fyrir leiðtogan að fara eftir því sem að Guð segir honum að gera. Má ég heyra með henn? Þannig að það er mikilvægt fyrir mig, ég er að tala til mín, ég er að tala til aðra leiðtoga, förum varlega með orð Guðs. Ekki tala ykkur af vitleysu, tölum hreint og ómengað orð Guðs. Má ég heyra með henn? Halleluja. Jósúa myndi på Jesú. Kanasland er nýji sáttmálinn. Eyðimörkin er gamli sáttmálinn. Eyðimörkin er líka myndu på það þegar Guð reynir okkur. Og ég veit marga sem eru fastir í eyðimörk út af því Guð er búin að vera að reyna viðkomandi, en í staðin fyrir að snúa sér til Drottins og auðmýkja sig, þá þverskallast þeir við. Og Biblían talar að þetta var harðsvíraður líður. Það þýðir það þeir áttu erfitt með að beygja sig. They were stiff-necked. Það er það sem að Biblían kennir. Á ensku er það að tala stiff-neck. Og vinir, þegar við erum að ganga göngunum með Guði, þá er svo mikilvægt að við leifum Guð að auðmýkja okkur. Að við auðmýkjum okkur undir Guðs voldugu hönd. Að við rísum ekki upp í einhverju ego og við þykjumst vita alla hluti. Ég man í gamla daga, fyrir svona 15 árum síðan, þá vorum við með áfangaheimili. Og þar vorum við að sinna fólki sem hafði átt í erfitt með áfengi og eiturlyf og öðru slíkt, annað slíkt. Og ég man að það var alltaf ákveðin svona vísir að fólk var á fallbraut þegar fólk fór í egoið. Þegar fólk byrjaði að hrókast upp og vissi alla hluti betur en allir aðrir.
Og vinir, það ekki bara, þú ert ekki bara fallbraut varandi áfengi og fíkniefni. Þegar þú hrókar svona upp, þá ertu bara fallbraut yfirleitt. Guð stendur gegn drámblátum, en auðmjúkum veitir hann náð. Og vinir, þegar við erum á eyðimerku göngun okkar, þá Guð að eiga við líf okkar. Hann getur verið að gera einhverja hluti í lífið þínu sem ekki hægt að framkoma þegar þú ert að hátindi. Leyfið mér að útskýra. Ég hef breyst mest í erfiðustu reynslum míns lífs. Guð notar erfiða reynstur lífs okkar til þess að móta okkur, til þess að búa til auðmýkt jafnvel í okkur, til þess að fæða fram vilja sinn í líf okkar. Og vinni, það oft á erfiðum tímum lífs okkar sem við förum actually að leita Guðs. Þannig að Guð notar stundum erfiðar kringumstæður til þess að fæða fram auðmýkt í líf okkar. Og vinir, ekki þverskallast við. Ekki líta á það sem eitthvað svona vanblessun að þú sért í eitthvað svona aðþrengjandi kringumstæðum. Segðu Drottinn, ég kýs að lofa þig. Drottinn, ég ætla að lyfta upp nafni þínu í þessum kringumstæðum. Drottinn, ég ætla að treysta þig. Drottinn, ég ætla ekki að gera það sem ég var vanur að gera hérna einu sinni. Ég ætla að beygja mig við fætur þínar. Ég ætla ekki að taka upp símann og byrja að tala illa um einhverja manneski sem búin að vera vond við mig. Ég ætla ekki að gera það sem ég var vön að gera. Ég ætla að gera vilja þinn. Og þegar við erum í eyðimörkinni þá getur Guð átt við líf okkar. Eyðimerkurgangan líka ganga það sem að Guð að sniðla okkur til. Og ég ætla bara að segja ykkur það, þegar Guð að sniðla okkur til, þá hann að klippa alls konar hluti af vinviðinum, af okkur. Og það óþægilegt tímabil. Það óþægilegt tímabil þegar draumar okkar ná ekki fram að ganga. Það óþægilegt tímabil þegar eitthvað bregst okkur. Það óþægilegt þegar allt í einu plönin okkar ná ekki fram að ganga og allt í einu þurfa að byrja upp á nýtt. Það óþægilegt, en það líka tækifæri í svona kringumstæðum. Spurningin hvað velurðu í svona kringumstæðum? Og mér langar til þess að hvetja ykkur vinir, ef að þið eruð á þannig kringumstæðum, í þannig kringumstæðum, veljið þið Jesú. Má ég heyra amen, veljið þið Jesú. Ég skal lofa ykkur því, það mun enginn reynast ykkur betur heldur en Jesús. Það enginn sem að mun vera með ykkur eins og Jesús. Það enginn sem að mun elska ykkur eins og Jesús. Veljið þið Jesú. Halleluja. Því að hann verðugur. Hann góður. Takk Jesús. Og hérna kemur fram í Jósúa í 3. kafla að 3 dögum liðnum fóru eftirlitsmennirnir búðirnar og gáfu fólkinu þessi fyrirmæli. Þegar þið sjáið sáttmálsörk Drottins Guðs og levita prestana sem bera hana, þið munið, örkin þurfti alltaf að vera á herðunum. Örkin var mynd upp á dýrð Guðs og levitarnir voru prestarnir. Þegar þið sjáið sáttmálsörk Drottin Guðs ykkar og levita prestana sem bera hana, skul þið fara á eftir henni hvar sem þið eru stödd. Og það áhugavert að þegar við byrjum að lesa í versi 2 að 3 dögum liðnum. Þetta hljómar eins og eitthvað annað sem að tók bara 3 daga. Að 3 dögum liðnum. Ég ætla að segja þetta aftur, að 3 dögum liðnum. Það voru 3 dagar þegar Jesú fór upp á krossinn. Það voru 3 dagar þar sem hann fór niður til heljar og tók lykla dauðans og heljar fyrir þig og mig. Það voru 3 dagar. Og vinir, þetta mynd auðvitað upp á krossfestingu, gröf og upprisu.
Það eru 3 dagar sem það tók fyrir Jesú að vinna algjöran sigur fyrir þig og fyrir mig. Það voru 3 dagar. Og vinir, alveg eins og Gunnar sagði, þá erum við krossfest með Kristi. Þegar við erum búin að fara í gegnum eyðimerkurgöngu, og það hafa allir hér inni farið í gegnum eyðimerkurgöngu. Þú kannski áttar þig ekki alveg á hvað það þýðir. En það er í rauninni ganga það sem allt er svona bara frekar erfitt. Það er ekki þessi gæsahúð eða það er vindurinn í fangið. Og ég get talið bara nokkra sem eru akkurat á þessum stað hér í dag. Eyðimerkurganga. Og vinir, í eyðimerkurgöngun, og þegar við komum að Jórdan, þá er Guð að fara fram á ákveði við okkur. Hann er að fara fram á það að þú sé krossfestur með Kristi. Það er bara allir sem að sagði amen við þessu. Ég ætla að segja það aftur. Þegar þú kemur fram fyrir Jórdan, þá er hann að fara fram á það að þú sé krossfestur með Kristi. Þú þarft að krossfestast eyðimörkinni. Þú þarft að lifa Kristi. Hvað meina ég? Það eru svo margir sem átta sig ekki á því að við eigum að gera eins og Jesú gerði. Við eigum að vera krossfest með Kristi. Við höldum í svo margt sem við erum búin að fara í gegnum. Það eru margir sem eru búin að fara í gegnum hjartasár. Það eru margir sem eru búin að upplifa missi. Það eru margir sem hafa upplifað eitthvað sem ykkur finnst kannski óþægilegt og erfitt. Þið þurfið að grafa það. Ég ætla að segja það aftur. Þú þarft að grafa það. Þú þarft að deyja því. Þér var ekki ætlað að bera alla heimsins byrðar. Þú ætti að vera krossfestur með Kristi. Og vinir, í dag ætla fólk að krossfesta alls konar hluti með Kristi. Við ætlum ekki að lifa fram í einhverju ego eða sjálfselsku eins og Gunnar kallaði það. Við ætlum að lifa Kristi. Og ég ætla að segja ykkur það að þú munt aldrei geta sigrað eða farið inn í fyrir landið ef þú lærir ekki að krossfesta hlutina. Halleluja, þetta er blessuð predikun. Og ég er að segja við ykkur, það eru margir sem hafa kannski farið í gegnum skilnað og 10 árin seinna, þá ertu ennþá að tala skilnaðinn. Og ég er ekki að gera lítið úr sársauka, við förum öll í gegnum sársauka. En vinni, Guð þráir að krossfesta þetta. Hann vill að þú lifir honum í upprisu kraftinu. Halleluja. Vinni, það er engin uppreisa nema með krossfestingu. Ég er að gefa ykkur lykla hér í dag. Ef þú vilt uppreisuna, leyfðu krossfestinguna eiga sér stað. Halleluja. Halleluja. Ekki halda í gamla bullið. Ekki halda í hlutina sem voru. Ekki halda í, ég fekk hræðilegt uppeldi í mig, ég meina. Ég vil ekki segja ykkur neina sögur. Pointið þetta. Við fáum öll okkar kross að bera. Allir hér inni fá kross til að bera. Og vinir, Drottinn vill að þú fylgir honum í dauða, greftrun og upprisu. Þess vegna áttu að deyja daglega. Og ég vona ég sé að sprengja hugmyndafræði einhverja hér í dag. Því að það eru hlutir sem að þú átt eftir að deyja. Ef að þú lifir ekki sigrandi lífi, þá er eitthvað á lífi þér sem þarf að deyja. Ég ætla að segja þetta einu sinni en ef að þú lifir ekki sigrandi lífi hér í dag, þá er eitthvað í þér sem þarf að deyja. Þú þarft að deyja með Kristi og þú þarft að lifa honum. Þannig að þegar þeir stóðu við
bakka Jórdanar. Þeir stóðu við bakkan. Það var Guð alveg skýr, bíðið í 3 daga til þess að fólkið geti undirbúið sig. Og vinir, í dag þá trúi ég því að Guð að undirbúa kirkjuna fyrir uppreissu tíð. Og það þýðir það að við munum láta af hendi alls konar bull sem búið að vera íþyngja okkur. Við ætlum að deyja með Kristi til þess að við munum lifa honum. Má ég heyra amen? Halleluja. Ég ekki alltaf svona æst, gott fólk. En þetta mikilvæg kennsla. Halleluja. Amen. Halleluja. Þú kemst ekki inn í Kanaansland nema að grafa fortíðina. Og ég að segja ykkur það, ef að þið með fullar hendur af fortíð, þá kemst ekki inn í Kanaansland. Og ég í dag vil koma móti öllu því sem heldur aftur að þér að þú upplifir það besta frá Guði. Það bara þannig. Halleluja. Og við ætlum að sleppa öllu sem að íþyngir okkur. Þú þarft að treysta Guði, þú ert að setja vonið á frelsarann. Ekki egoið, ekki það sem var, ekki heldur það sem verður. Í Galatabréfinu 2:20, já Gunnar, ég sama vers og þú varst með. Ég krossfestu með Kristi, sjálfur lifi ég ekki framar, heldur lifir Kristur í mér. Og vinir, ef þú vilt upprisu kraftin sem að býr svo sannarlega inn í þér, þá ert að leyfa Guði. Þá þarf að koma með hluti fram fyrir Guð og leyfa honum að krossfesta hluti og leyfa því að deyja í lífið þínu. Halleluja. Þú getur ekki fundið upprisukraftin nema í gegnum krossfestingu. Halleluja. Gnægð hefur ekkert með gáfur að gera, heldur að gefa Guði allt. Halleluja. Í Efesus 3:20, en í honum sem í oss verka með krafti sínum og megnar að gera langt fram yfir allt það sem við biðjum eða skynjum. Þetta fyrirheitna landið. Og ég ætla að lesa aftur þessi vers. En honum sem í oss verkar með krafti sínum og megnar að gera langt fram yfir allt það sem við biðjum eða skynjum. Þetta Guð með krafti sínum sem ætlar að gefa þér langt fram yfir það sem að þú getur ímynda þér. Það það sem að Guð gerir fyrir fólki sitt. Halleluja. Og hér í Rómverjabrauðinu 6, 7. kafla, 7. versi, við vitum að okkar gamli maður dó með honum á krossi. Þetta það sem að Gunnar var held ég líka. Þetta ótrúlegt. Ég og Gunnar bárum enga bækur saman og ég verið með 2 sömu versin. Þetta mjög fyndið. Við vitum okkar gamli maður dó með honum á krossi til þess að líka með syndarinnar yrða engu og við værum aldrei framar þrælar syndarinnar. Svo kemur hérna í 7. versi, dauður maður leystur syndinni. Finnst ykkur þetta ekki gott? Dauður maður leystur. Það ekkert betra heldur en að vera bara dauður maður. I like it. I like it. Ég ætla að vera dauður maður. Má ég heyra amen. Þegar við erum dáin, þá lifum við Kristi. Þetta svo einfalt. Og þú hugsar, þetta svo erfitt að þurfa að deyja sjálfur mér. Nei, trúðu mér, þú myndi ekki upplifa neina meiri blessun, gleði, hamingju, tilgang, fyrir þegar þú búin að deyja sjálfur þér. Við erum að dröslast með alls konar bull í okkar lífi sem við höldum að sé svo frábært, það ekki. Það best að lifa Guði. Má ég heyra amen? Mér langar að benda ykkur eitt í viðbót áður en ég líkir í dag. Í Jósúa 3:15. Þegar þeir sem báru örkin að koma Jórdan og prestarnir drápu fæti í fljótið, hvað gerðist þá? Stöðvaðist vatnið sem streymdi ofan af og stóð eins og veggur langt frá þeim. Mér langar að segja ykkur, þegar þú setur trú í aksjón, þegar þú tekur skrefið, og þú drýpur fæti í Jórdan og þú fer að gera vilja Guðs, þú fer að deyja sjálfu þér, þú fer að lifa Kristi. Það sem að Guð gerir hann opnar fljótið.
Það sem ég að segja að hann opnar veg. Það sem engin vegur. Það það sem að Guð gerir. Þegar þú sleppir tökunum og þú verður að gera það sem þú átt að vera að gera, þá opnast fljótið. Og nú í dag ætlar fólk að taka ákvörðun. Það ætlar að deyja þessu gamla. Það ætlar að lifa Kristi. Rísum að fætur. Halleluja. Í eyðimörkinni þá upplifum við aðskilnað. Við upplifum sníðlun. Í eyðimörkinni var bít og nálinni með alls konar fíkn og viðjar og jafnvel hluti eða hugsana mynstur sem að koma mann fram að manni. Vinir, Guð hefur gefið þið sigur. Guð hefur gefið þið kraft. Guð hefur þegar gefið þið sigur. Þegar þú setur traust þitt á frelsarann og ferð að gera vilja Guðs, þá opna hann leið. Af hverju opna hann leið? Út af það hlýðni. Hann býr til leið í gegnum hlýðni. Þegar við gerum vilja hans og við leggjum niður okkar eigið líf, þá gefur hann okkur annað líf sem miklu, miklu, miklu betra. Halleluja. Takk, Jesús. Þannig að tökum upp krossinn hér í dag og fylgjum Drottni. Halleluja, lyftum upp höndum okkar. Drottin, ég bara þakka þér fyrir náð þín og miskunn. Þakka þér fyrir að Drottin minn að þú ert að tala til okkur í dag. Heilagi Faðir. Gefðu okkur náð, Drottin minn, að fylgja þér hver sem að þú ferð. Að fara á eftir þér, Drottin, Jesús. Fara á eftir þér inn í það nýja, Drottin minn, Jesús. Fara í gegnum vötnin. Halleluja, auðmýkja okkur undir þína voldugu hönd. Deyja sjálfum okkur og lifa þér. Og Drottin, ég bara kem inn í aðstæður, Drottin minn, hjá fólki þar sem sársauka að ræða, Drottin. Stundum eru bara sár í hjartanu sem að halda okkur einhvern veginn að föstum á okkur stað, á einhverjum eyðimerkur stað. Drottin minn, ég bið að koma inn í þær aðstæður hjá fólki og gefa lækning og líf. Og Drottin, ég bara brýt öll svona sálartengsl sem halda okkur, Drottin minn, í eyðimerkur göngu. Vonbrigði og aðskilnaður, sníðlun, eftirsjá. Drottin minn, þú vilt mæta okkur. Og Drottin minn, Jesús, ég bið að gefa okkur, Drottin Jesús, auðmjúkt hjarta. Að leggja það sem búið að baki okkur. Og horfa ekki tilbaka, heldur horfa fram á við. Læra að treysta þér. Halleluja. Og Drottin Jesús, ég bið að hreins okkur að sér hverju synd, Drottin. Halleluja.